Það leit út fyrir að fundur sem haldinn var í dag í Grindavík með grindvískum atvinnurekendum, þingmönnum og ráðherrum leystist upp þegar Kári Guðmundsson, eigandi Fiskás, stóð upp og las Sigurði Inga Jóhannssyni fjármálaráðherra pistilinn áður en hann rauk á dyr. Atvinnurekendur í Grindavík vildu fá skýrari svör og var oft á tíðum dramatísk stemning í loftinu þegar grindvíkingarnir tjáðu hug sinn. Það er ekki bara spurningunum strax staðið fyrir að vera einhverju kjaftæði. Ég er ekki að grínast. Þið eruð ekki búin að vera að hjálpa okkur núna. Þið eru hættir öllum stuðning. Stuðningurinn er í... Akkur er ég þá að reyna að fína sér þetta fyrir ykkur. Stuðningurinn er í... Fólk er búin að segja það sé að fara yfir Það eru sálræn vandamál hérna hjá fólki. Já, við ætlum að reyna að styrkja ykkur áfram. Þið eruð hægt að styrkja ykkur. Ég fæ enga styrk frá okkur núna. Enga. Þið eruð ekki að styrkja ykkur. Það er engin úrræði framöndan frá okkur. Engin. Ég var að segja. Það er engin komin á borðið og þið eru skaðabótaskyld frá því 10. nóvember. Svaraði því líka, þið eru það. Já, ég get ekki farið inn á það. Þið eru skaðabótaskyld og þið skulum borga skaðabótaskyld. Ég heyri hvað þið segir. En ég ætla bara að segja, þeir eru mætt hérna til að hlusta á ykkur og mér finnst það skipta máli. Þeir eru búin að hlusta á okkur fyrirgeðu Sigurðingi eins og hún sagði áður en sér. Ég var á fundinu líka. Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að hvorki hún né almannavarnir stýri aðgengið að Grindavík. Það sé í höndum Grindavíkurnefndarinnar. Guðrún, var þetta ekki dálítið, þannig sé erfiður fundur hér í dag? Þetta var mjög erfiður fundur, mjög þungur fundur, hér með atvinnurekendum í Grindavík. Já, mér fannst að áður þetta svona dálítið tók á því. Það eru mikla tilfinningar hér í gangið, eða ekki? Mikla tilfinningar, þetta tók á mig og sérstaklega að það var óskað eftir þessum fundi með mjög stuttu fyrirvara. Við erum hér í kjördæmaviku, allir þingmenn kjördæmisins en ég fékk svona tilfinninguna að fólk vildi helst ræða við fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem voru þá ég og fjármálaráðherra Sigurður Ingi. En þetta var líka góður fundur. Ég trúi alltaf á samtalið. Ég veit að fólki líður þannig að eins og stjórnvöld sé ekki að hlusta en við erum að hlusta. Þetta Grindavík er flókið verkefni. Þetta er mjög flókið verkefni. Þetta er gríðarlega flókið verkefni. Við höfum aldrei staðið fyrir öðru eins umfangi sem þjóð hvað náttúruhamfarir varðar og við erum að vanda okkur ríkisstjórnin eftir öllu mætti. Við erum sömuleiðis að reyna að grípa alla. En því miður er það þannig að það verða alltaf einhverjir sem að bera eitthvað skarðarhlut frá borði, því miður. Já. En það er dálítið þetta svona ákall, virtist vera dálítið áberandi hjá mörgum að vilja bara fá þessi uppkaup. En það er ekkit eins einfalt eins og fólk sennilega heldur. Hvar á að draga línuna og svo framvegis eða ekki? Við ræddum fordæmi að það hefur ekki verið farið í uppkaup á atvinnuhúsnæði. Við lögðum á það höfuð áherslu ríkisstjórnin að tryggja húsnæði fólks, að tryggja húsaskjól 10. nóvember að koma öllum í öruggt húsnæði. Þess vegna finnst mér það nú virkilega átakalegt þegar ég heyri hér í dag að það séu enn á annað 100 grindvíkingar sem eru ekki á þeim stað. Það þarf að leysa það ekki seinna en í gær og sömuleiðis það varðandi fyrirtækin okkar. Hér eru mjög stór og öflug fyrirtæki sem eru skráð á markaði og svo framvegis. Í lagana hljóðan er ekki munur á fyrirtækjum eftir stærð. Þannig að ef þú ætlar í uppkaup á atvinnuhúsnæði hvar ætlar að draga línuna og það gæti þýtt bara stærðargráði sem að ríkissjóður ræður ekki við. Og á sama tíma... Og ekki bara hérna í Grindavík heldur öðrum stöðum á landinu? Já, við vitum að það verða fleiri náttúruhamfarir, það verða fleiri áföll. Á sama tíma vorum við gagnrýnd fyrir hér uppbyggingu varnargarða. Við höfum byggt hér varnargarða fyrir 10 milljarða til þess að verja byggðina hér. Við skulum ekki gleyma því að hér eru gríðarlega verðmæti undir í húsnæði og við höfum varið það. Hér væri líklega bærinn að stærstu hluta komin undir hraun ef að varnargarðana hefði ekki notið við. Við erum sömuleiðis búin að byggja varnargarða til þess að tryggja orkuverið eftir öllum þeim mætti sem við mögulega getum
Vegna þess í stjórnmálum, þú þarft að horfa á stóru myndina, þú þarft að horfa á heildarhagsmunina og hagsmunindin liggja auðvitað líka til þess að tryggja orkuöryggi allra íbúa hér á Suðurnesjum. Ég meina 30.000 manns eða eitthvað, þannig að Já, rúm 30.000 manns. Þannig að ef við missum orkuverið, lendum við hér í almannavarnar ástandi af einhverjum skala sem eru engin fordæmi fyrir og við myndum lenda í gríðarlegum erfileikum. Þess vegna skiptir það gríðarlega miklu máli að halda starfsemi orkuversins í lagi. En og þegar þú horfir á þetta samhengi þá eru 10 milljarðar ekki svo miklir því að ef við þyrftum að fara að koma hér upp olíukyndingu á Reykjanesi þá erum við að tala yfir milljarð á mánuði sem að við myndum þurfa að brenna olíu á lágmarki. Líka annar punktur sem ég fannst svona athyglisvert, alveg sem þú segir, þú ert bara alin upp í bara atvinnurekstri, þannig að þú getur sett í spór þessar atvinnurekanda hérna að standa í þessu spórum að get ekki framleitt ísinn eins og þú varst búin að vera að gera. Er ekki dálítið svona, athyglisvert fyrir að vera sjá þetta þeim meginn frá líka? Trúðu mér að ég hef svo oft spurt mig að því hvar væri ég eða fjölskylda mín sem rekur það fyrirtæki stödd ef að svo virtist vera sem að húsegnin væri í lagi en við mættum ekki koma inn í Hveragerði, við mættum ekki framlega vöru sem að eru viðskiptavinir sem vilja kaupa. Þannig að Þetta er rosalega skrýtin staða. En hér erum við og ég hef alltaf sagt það að Grindavík var og eitt öflugasta sveitafélag landsins og það er alveg ótrúlega kraftur í fólkinu og ég er hérna oft alveg orðlaus yfir æðruleysi Grindvíkinga. Þetta var þungu fundur og ég skil það. En þegar að maður hugsa til Grindvíkinga allra sem að þurft að fara frá heimili sínum og geta ekki snúið heim í bæinn sinn sem þeir elska af öllu hjarta, bara eins og ég elska Hveragerði, að það er ofboðslega þungt. En Grindvíkingar hafa sýnt ótrúlegt æðruleysi og ég held að ég ætla ekki að útiloka Grindavík. Nei, það er enginn að maður að gera. Nei. Það er bara mjög einfalt. Grindavík verður aldrei söm, hún mun breytast en við munum finna farveg fyrir lífi í Grindavík og þess vegna get ég kannski gagnrýnt það að okkur hafi ekki tekist að finna möguleika fyrir öfluga atvinnurekendur til að halda starfsemi sinni áfram í bráðabirgðahúsnæði einhvers staðar annars staðar eða fyrir utan Grindavík. En það er verkefni okkar líka að sjá til þess ég skil vel að fólk á síðustu metrunum. En ég ætla að biðla til fólks að sýna okkur biðlund, við erum að fá tillögur frá framkvæmdanefndinni og ég bind vonir við þær. Og bara aðeins í lokin, rétt í lokin, veitu að stór hafðið. Ég átti einhvern veginn vona því að þetta með að opna bæinn og lokunarpóstanir, að það væri á þínu, að þú stýrði því, almannavarnir heyra undir þig eða ekki. En það er ekki þannig, þetta er bara Grindavíkurnefndin sem að, allavega kemur með tillögu og ykkar þá hvað samþykkja það þá? Eða, hvernig virkar það? Það er í rauninni lögreglustjórinn á Suðurnesjum sem að... Þú ert yfir lögreglustjórnum eða ekki? Jú, en samt sem áður að þá tekur hann ákvarðanir opnun hér og það er framkvæmdanefndin sem að stýrir núna aðgenginu hér í Grindavík. Það gerðist 1. júní, þá færðist það frá almannavörnum til framkvæmdanefndarinnar. Þannig að það er framkvæmdanefndin sem tekur í raun ákvörðun og hvort að hér sé opið að loka. Já, ok, frábært, takk hérlega. En ég vil samt ítreka það að auðvitað bindum við vonir við það að núna er að verða lengra á milli atburða og til dæmis eins og í síðasta atburði þar sem að ekki varð tjón á mannvirkjum og fór fjær að þá var maður að vonast til að það yrði hægt að opna fyrr og núna vitum við að við munum líklega að fá næsta atburði í desember og þá við erum alltaf að læra meira og meira. Við erum að fá meiri reynslu sem að nýtist okkur í allri ákvörðunartöku þannig að maður er að vonast eftir því að þegar við erum að færast nær atburði að þá lokum við
og við getum opnað fyrr þegar við getum metið aðstæður. En það verður auðvitað að horfa til þess, til gasmengunar, öskufalls og bara allra þannig þátta. En ef þessi bær opnar þá eiga mörg af þessum fyrirtækjum að eiga fullan möguleika að geta lifað, eða ekki? Jú, en einhver ekki Nei. Og það kom fram í fundunum í dag, þetta eru 144 fyrirtæki sem eru svona lítil og meðalstór fyrirtæki. En ég ætla líka að minna á það að 95% allra fyrirtæki á Íslandi eru lítil. Þau eru með undir 10 starfsmönnum. Þannig að ég ætla bara að velta þið fram í þeirri orðræðu sem við áttum hér fordæmi.